Tungumálakunnátta mun alltaf nýtast á alþjóðavettvangi. Það sama hvaða tungumála í rauninni sem þú ert að læra, það mun alltaf nýtast þér. Hvort sem það í grunni að læra önnur tungumál eða í samskiptum við fólk sem talar það tungumál. Við verðum svolítið að nýta okkur tungumálakunnáttu sem tól á alþjóðavettvangi. Til þess að nýta okkur allar þessar dyr sem eru búnar að opnast, þá þurfum við að geta átt samskipti við fólk annars staðar í heiminum heldur en bara á okkar pínulitlu eyju. Og maður lærir náttúrulega rosalega mikið af því að vera í landinu og heyra hvernig fólk talar. Þú ferð að sjá sama orðið aftur og aftur, þú ferð að tengja inn á milli. Og ég komst á það stig að ég heyrði Svían alltaf segja sömu málfræðivillurnar í ensku. Og svo því ég lærði sænskuna þá skildi ég af hverju þau gerðu þessar málfræðivillur. Þannig þú hefur meiri skilning á fólki, þeirra kúltúr og af hverju þau tala eins og þau tala. Þetta eru samskipti og við myndum ekki ná langt án þess að tala við fólk. Það er mikilvægt að læra tungumál vegna þess að þau eru lykill að heiminum, þau eru lykill að öðru fólki, þau eru lykill að menningu og lykill að því að skilja hvert annað og líða betur. Tungumálakunnáttan hefur nýst mér mjög vel í starfi og á ýmsum sviðum. Ég hef starfað mikið sem túlkur og þýðandi. Ég er svo heppin, ég er alin upp á 2 tungumálum, íslensku og rússnesku. Þannig ég er með í rauninni 2 tungumál sem eru mér töm. Þannig ég túlka mikið og þýtt úr rússnesku og íslensku og starfa sem túlkur munnlega líka. Þannig það hefur nýst mér mjög vel. Og eins þegar ég syng, ég er söngkona og þá hef ég sungið á mörgum tungumálum, meðal annars á rússnesku. Ég hef notað þýsku þar mikið, ítölsku. Já, þannig að tónlist og tungumál eru nátengt og það er mikilvægt að geta notað tungumál í söng og geta tjáð sig frá hjartanu á öðru tungumáli en kannski því sem mann er tamast hverju sinni. Sem þjálfari þá er fyrsta lagi mjög erfitt að fá vinnu erlendis ef þú kannt ekki tungumálið og öll samskipti, þú þarft að hafa samskipti við leikmenn, þú þarft að hafa samskipti við fjölmiðla, þú þarft að hafa samskipti við stjórn, styrktaraðila og svo framvegis. Þannig að allt þetta hefur mikla þýðingu í þínu starfi sem þjálfari. Í íþróttum yfir höfuð, leikmenn og svo framvegis að þá hefur tungumálakunnáttan mikla þýðingu því að í flestum liðum er það þannig að það er valið að tala tungumál viðkomandi lands. Þannig að menn er ekki að nota mörg tungumál, heldur er á mörgum stöðum krafin það að sé verið að tala viðkomandi tungumál. Og þá skiptir það miklu máli í samvinnu í liðinu, fækka misskilningum og svo framvegis að menn skilji tungumáli, þannig að þetta hefur mikla þýðingu. Fyrstulega held ég einmitt að það sé þeirra stjórn velur þjálfara eða leikmenn, að þá hefur þetta stór áhrif í þeirra vali. Í fyrsta lagi, svo þegar þjálfari í samstjórnir að velja þessa leikmenn þá skiptir það máli að menn geta tjáð sig og það er hægt að tjá sig við viðkomandi leikmann þannig að hann skilji hvað hann eigi að gera. Til dæmis fyrir árið síðan að þá ætlum við í Colin Kaupmannahöfn að kaupa leikmann og einn Rússi var upp á pallborðinu þar og við ákváðum að vera fljótir að stróka hann út því að hann kunni ekki ensku og það var náttúrulega ekki lágmarkskröfur en hann kynni allavega ensku til þess að vera hægt að hafa samskipti við hann og svo kenna hann væntanlega dönsku í framhaldinu.